var einhvern veginn allt sem að snerist peningana sem hefur tapast og peningana sem fólk ætti ekki lengur og erfitt og svona. Þarna fékk ég svona veganesti inn í þennan tíma að það eina sem skipti máli það var heilsan og bara það að hvíla í Guði. Það var þannig fyrir rétt eftir hrun að ég var heima á mér og byrjaði allt í einu að kenna mér meins í brjósti og fann svona verk í hendi og hringdi á, held ég bara á einhverja vakt eða eitthvað og sagði ég væri með svona verk í brjósti, vinstra brjósti og niður í hendi og hún baði mig að koma sem fyrst niður eftir og láta kíkja á mig og það var svo mikið að snúast heima. Það var alltaf full og enginn hafði tíma svona til að fara með mér þannig að ég ákveði að rúlla sjálfur bara niður á spítala og þegar ég er rétt komin út í bíl þá sé ég að venni vinur minn hafði hringt í mig og hringið tilbaka og hann segi hvert að fara. Ég segi ég er að fara inn á spítala, ég held ég sé að fá fyrir hjarta og svo fór ég að hugsa þetta eftir á að ég einhvern veginn Guð hafi verið að vinna svo mikið í mér að ég var alveg fullviss að ég var ekki að fara að kveðja þarna heim út af því að Guð hafi verið bara að vinna þannig í mig að ég var vissum að ég var undirbúinn fyrir eitthvað meira. Nema hvað ég fer sultuslagur keyrandi niður eftir haldandi það að ég sé að fá hjartaáfall sem kemur svo í ljós að ég var með eitthvað sem heitir loftbrjóst. Þá annar lunga fellur saman. Það var sett svona dren í brjóstið á mér og ég var þarna viku heima og gat ekki gert neitt nema ég bara lá alla þessa viku heima og var að horfa á bíómyndir og eitthvað svona og svo þegar þessi vika var liðin og þá hugsaði ég mikið vildi óska þess að ég hefði fengið annað tækifæri bara svona til þess að gera öðruvísi út af því að ég vilja nota þennan tíma betur í að hvíla í Guði og bara biðja og lesa fyrst ég hafði svona góðan tíma. Nema svo fyrir í skoðun og þá kemur í ljós að það er ennþá gat á lungan og ég fæ aftur dren í brjóstið og þá ligg ég og lesi og bíð alla vikuna og var bara svona virkilega yndislegu tími og svo fer ég í skoðun í annað sinn og þá kemur í ljós að en gati hefur ekki náð að gróa saman þannig að ég fer í eitthvað sem kallast svona speglaðgerð. Það svona farið aftan á baki einhvern veginn og sauma saman. Ég var þarna heima vikuna og las og bað og horfði á mikið efni og svona og ég bara virkilega naut þess að dvelja í Guði. Þetta mislukkaðist eitthvað í einu skiptinu þegar það var að fara inn í mig þannig að ég var svo kvalinn en ég var að man eftir því að ég var að sprauta henni með morfíni og ég var að ranga við mér og segja fyrirgeðu Guð, ég bara sofnaði í miðri bæn en einhvern veginn þrátt fyrir að það hafi verið svona kvalinn þá þetta tími sem að ég man eftir sem einhver yndislegasti tími sem ég átt með Guði og bara virkilega gat helgað mig í þessar 3-4 vikur sem ég var þarna frá. Þetta var náttúrulega rétt eftir hrun og þarna var enginn að tala á spítalanum peninga eða neitt. Það voru allir að tala bara þegar ég kemst heim og þegar ég næ heilsu. Þetta var góður skóli og góður undirbúningur undir þann tíma sem að fór í hönd þarna eftir að var einhvern veginn allt sem að snerist peningana sem hefur tapast og peningana sem fólk ætti ekki lengur og erfitt og svona. Þarna fékk ég svona veganesti inn í þennan tíma að það eina sem skipti máli það var heilsan og bara það að hvíla í Guði. Þrátt fyrir að þetta hafi verið svona mánaða tími af miklum veikindum og talsverðum kvölum þá alltaf þegar ég hugsa þennan tíma þá hugsa ég svona með gleði í hjarta tíma sem ég átti með Guði og tíma sem ég naut þess virkilega bara hvíla í Guði og bara yndislegu tími mín í hjarta og hefur svona kenndi mér það að þó að það séu erfiðleikar og þó að séu eitthvað sem gengur á þá þarf það ekki endilega þýða að það sé hræðilegt. Þarna var vondu tími sem að nýttist mér til góðs og var mér virkilega til uppbyggingar og ég bara naut þess svo að bara hafa þennan tíma og hugsa alltaf svona með þakklæti til þessa tíma og margir segja í kringum með það sé mjög undarlegt að ég sjái svona reynslu sem einhvern besta tíma sem ég hef átt. Ég hvet þig sem að hlustar á þennan vitnisburð að hafa þig í huga þó að það séu kannski tímar sem að þér finnst svona eins og allt gangi á móti að þú getur virkilega að nota þessa tíma til að hvíla í Guð og getur séð ef þú leggur málin í Guðs hendur þá getur tími sem að þú hélst að yrði ömurlegur tími, eitthvað sem eru veikindi, fjárhagst, erfiðleikar eða eitthvað þá getur þú lagt þetta í Guðs hendur og þú getur átt reynslu sem að
þú hugsar einhvern veginn tilbaka að einhverju hluta vegna var þessi reynsla sem hefði átt að vera ömurlegur tími og einhverju verstu tími lífs míns að þarna voru ég og Guð saman og virkilega ég fékk nýja sýn á það hvernig ég var að ganga með Guði og hvernig það að leggja bara, sleppa bara og segja bara Guð, þú mátt eiga þetta. Þannig ég hvet þig sem horfir á þetta bara til að leggja málin í Guðs hendur og treysta honum.